Lilja Bára Ómarsdóttir, gjörðu svo vel. Já, formaður og kæru félagar, góða gestir. Ég þakka formanni sérnefndar fyrir prýðilega kynningu og fann veskið hans. Já, góða kynningu á tillögum sem kom frá sérnefndinni. Ég ekki hrifin af þeim og margir hér og þær þurfa aðeins að breytast til þess að ég muni geta staðið með þeim. Ég kynni litla breytingu í orðalagi en mikla í inntaki og að þessari breytingartillögu standa, hún í vinnslu og fer alveg að koma á borðin til ykkar. Að þessari tillögu standa eins og komið Andrés Magnússon, Arnfríður Guðmundsdóttir, Ástrós Gunnlaugsdóttir, Dögg Harðardóttir, Freyja Haraldsdóttir, Gísli Tryggvason, Íris Lind Sæmundsdóttir, Katrín Fjellsteð, Katrín Oddsdóttir, ég, Silja Bára Ómarsdóttir, Þórhildur Þorleifsdóttir og Örn Bárður Jónsson. Þetta breytingartillaga við ákvæðið sem að frá sérnefnd svo hljóðandi. Jafnframt má setja í lög ákvæði lágmarkshlutfall samkvæmt nánari ákvörðun karla og kvenna. Og breytingartillaga okkar í kosningalögum skal nánar mælt fyrir hvernig náð skuli sem jöfnustu hlutfalli kvenna og karla. Þannig að breytingin sem sagt að í tillögunni sem fyrir liggur má setja og við segjum skal mæla fyrir skal nánar mælt fyrir og í fyrirliggjandi tillögu lágmarkshlutfall og við segjum hvernig náð skuli sem jöfnustu hlutfalli. Þannig að það eðlismunur á þessu að mínu mati. Með þessari breytingartillögu viljum við undirstrika tengingu kosningaákvæðisins við jafnræðisregluna og benda á að enn vanti töluvert upp á það að konur og karlar nái sama árangri í kosningum og hér sagði einhver að ef fyrir einskjara tilviljun eru fleiri karlar en konur í framboði, það engin tilviljun hvort það séu færri eða fleiri konur eða karlar í framboði. Við búum við kynjakerfi sem að gera það verkum að það eru færri konur sem að telja sig þess bærar að bjóða sig fram. Þannig að það þarf að stuðla að einhverjum aðgerðum til þess að gera þetta. Árið 2003 samþykkti ráðherraráð Evrópuráðsins tilmæli til aðildarríkja sinna aðgerðir til að tryggja jafnan hlut kvenna og karla við ákvarðanatöku á sviði stjórnmála og hjá hinu opinbera. Þetta eru tilmæli númer 3 frá árinu 2003. Þessi tilmæli eiga meðal annars rót í yfirlýsingu æðstu valdhafa aðildarríkja Evrópuráðsins frá leiðtogafundi árið 1997 og yfirlýsingum frá þingi Evrópuráðsins. Áhersla bæði Evrópuráðsins og þings þess á jafn áhrif kvenna og karla sem forsendu og órjúfanlega þáttur raunverulegs lýðræðis má finna í þessum texta, í þessum tilmælum. Þar jafn hlutur kvenna og karla skilgreindur og segir að hlutfall hvors kyns sig á þingi í opinberum nefndum og ráðum eða annar staðar þar sem opinberar ákvarðanir eru teknar skuli aldrei vera lægra en 40%. Sama skilning má finna í lögum jafnastöðu og jafnan rétt kvenna og karla nr. 10/2008 en í 1. málsgrein 15. greina þeirra laga segir við skipun í nefndir og ráð og stjórnir á vegum ríkis og sveitafélaga skal þess gætt að hlutfall kynjanna sé sem jafnast og ekki minna en 40%. Ekki minna en 40% þegar fleiri en 3 fulltrúar að ræða. Og það ein af tilmælum Evrópuráðsins að aðildarríkin skoði möguleika á breytingum á stjórnarskrám sínum og eða löggjöf til að tryggja jafnan hlut karla og kvenna. Þetta hefur verið gert, hafa verið gerðar tilraunir til þess að auka hlut kvenna. Þeim hefur miðað með þessu vel og það hefur aldrei verið mælt sérstaklega hvernig árangur hefur náðst. En það mat okkar sem að stöndum að þessari tillögu að nauðsynlegt sé að tryggja jöfn áhrif kvenna og karla á alþingi og í sveitarstjórnum með því að hafa ákvæði eins og þetta inn í stjórnarskráni. Og við erum að reyna að tryggja það að jafnræðisreglan sé endurspegluð í almennum lögum og meðal annars þá í lögum kosningar. Við erum ekki að leggja til að ákveðið hlutfall verið lögfest í stjórnarskráni, heldur einungis að markmiðið sé þar tilgreint og svo jákvæða skylda lögð og löggjafavaldið að útfæra þetta markmið nánar í almennum lögum. Þetta þekkist annar staðar, til dæmis í Slóveníu og Belgíu, að einhverju marki. Eins og staðan með kjördæmin að þá ekki hægt að tryggja algjöran jöfnuð með kynjunum og með breytingum sem að hér verið að leggja til að þá í raun og veru ekki hægt að vera með fléttulista eða aðrar útfærslur.
Þannig að að persónukjör held ég að leyfi bara það ekki, þannig að við viljum tryggja að þetta komist inn. Persónukjör með STVF-kerfinu er sennilega svo aðferð sem að síst virkar, þannig ég tek engan veginn undir, og nú tala ég fyrir sjálfa mig en ekki aðra sem standa þessari tillögu, tek engan veginn undir tillögum að það verði inni, en ég gæti mögulega sætt mig á þá tillögu sem að hefur verið lögð fram ef þessi breyting nær fram að ganga. Ég þakka fyrir.